Ef garðyrkjubændur myndu byggja sitt eigið raforku dreifikerfi sem myndi kosta hátt í ½ milljarð króna að reisa, myndi það borga sig upp á 5 árum samkvæmt útreikningum þeirra. Verðskrá RARIK sem sér raforku dreifinguna hefur hækkað verulega undanfarin ár og það eru bændur ósáttir við. Einkum það hversu miklu hærra verðið í dreifbýli en í þéttbýli. Jafnvel þótt raforkunotkunin hjá einni garðyrkjustöð sé stundum miklu meiri en í öllu þéttbýlinu í næsta nágrenni, greiðir íbúinn í þéttbýlinu 50 lægra verð og þessi hluti framleiðslukostnaðarins farin að hamla uppbyggingu í greininni að sögn framkvæmdastjóra samtaka garðyrkjubænda. Hann sestur hjá Þóru. Velkomin Bjarni. Takk. Nú þannig að RARIK opinbert hlutafélag og hefur séð þessa dreifingu ekki bara síðustu árin, heldur áratugina, dreifa raforku til garðyrkjustöða. Hvers vegna þessi óánægja allt í einu að brjótast út núna? Þið eruð að reikna út hvað það kosti að byggja upp eigið raforkukerfi? Það má eiginlega leita aftur til hrun áranna því að frá því að orkulögum var breytt 2005 þá hefur gjaldskrá dreifiveitna hækkað svona nokkurn veginn í takt við verðlagsvísitölu þangað til 2008. Þá gerist að þessi hækkun verður töluvert umfram hana og reyndar síðustu 3 ár verulega umfram hana og sem hefur leitt til þess að það gæti þessa gríðarlega ójafnvægis. Þannig að við erum að sjá töluvert stóra breytingu fyrir þá sem að rækta í þéttbýli, annars vegar og dreifbýli hins vegar. En hvers vegna það? Þið hljótið að hafa spurt fyrir ástæður? Já, við erum ekki fengið mjög skýr svör nema þá að leitinu að það alltaf dýrar að dreifi í dreifbýlinu. Við höfum hins vegar bent á það að við erum með mjög svona þétta kjarna þar sem verið að rækta og þar alveg fóru út í þessa hugmynd að skoða hvað í raun og veru kostar að dreifa rafmagni. Þannig að það sem þið gerðu eftir þessir útreikningar sem ég fór yfir í dag var það að byggja upp heilt raforku dreifikerfi fyrir þá garðyrkjustöðvarnar. Það myndi kosta næstum því 500 milljónir, 460 rúmlega það. Hvernig getur það borgað sig upp á 5 árum? Þetta nú, sko... Er það ekkert bratt? Nei, það er ekkert bratt og þarna baki liggja raunsæir reikningar og við erum að tala að ná til 80% af garðyrkjunni sem hérna á flúðarsvæðinu, Biskupstungum. Þannig að við myndum ná strax til 80% af þessar framleiðslu og við létum verkfræðistofu hér í bæ reikna þetta út og miðað við allar rétta forsendur, við vorum meira sér svona yfirkant til að hafa vaðið fyrir niðan okkur. Við létum Orkustofnun fara í gegnum allar þessu útreikninga og niðurstaðan þessi. Því meira sem hækkun á verðskráni því hagkvæmari þessi dreifiveita. Þið nefnið það hvernig verðið hefur hækkað hjá RARIK sérstaklega að dreifa raforku í dreifbýli. Mig langar að sýna áhorfendum kannski hérna eitt graf þar sem að kemur fram kostnaður og tekjur RARIK frá 1975 fyrir svo langt aftur. Þetta er kannski til þess að sýna hversu bratt þetta síðustu árin. Þær eru farnar að skila bara á góðum hagnaði. Já, það má eiginlega segja að uppsafnaður hagnaður vegna dreifiveitu, hann farin að skila því að árið 2012 og þá mun í raun og veru kostnaður fyrir 4. dreifiveituna hafa átt sér stað. Þá væri hægt að fyrir hagnaðina að menn gæti verið búin að byggja 4. Að byggja 4, já. Og það þéttist þarna á milli því að svo fyrsta hafi greitt sig upp árið 1981 og númer 2 2004. Og 3. 2009 og þannig að svo 4. að bætast í safni núna 2012. En þá segir kannski bara rétt eins og forstjóri Landsvirkjunar segir, við höfum verið að selja orkuna of ódýrt, nú ætlum við að selja hana dýrara þeim fyrirtækjum sem koma inn. Er það ekki bara hlutverk RARIK sem opinbers hlutafélags að skila hagnaði í opinbera sjóði? Já, sko, það vissulega rétt og hins vegar þetta náttúrulega fyrirtæki í almannaeigu og það alltaf spurningin hversu langt slíkt fyrirtæki að ganga varðandi verðlagningu. Nú þegar fyrirtækið ágætlega statt og þá má alltaf spyrja sig hversu langt þarf að ganga. Hversu langt hægt að ganga á varðandi kostnað þeirra fyrirtækja sem að kaupa af RARIK til dæmis. Eigum að ganga það langt að einhver daginn þá þetta úr sig gengið og ekki hægt að framleiða meira. Því að það sem við erum að gera dagsdaglega bara að framleiða heilsusamlega og góða vöru. Já, vissulega, en það svo
nú segir mér þetta séu 15% af rekstrarkostnaði svona það bil hjá garðyrkjubónda. Það svo að þetta farið að hamla einhverju framþróun og uppbyggingu? Já, vissulega og vegna þess að garðyrkjubændur hafa nú verið mjög framöð það að vera með nýja tækni og geta boðið upp á til dæmis heilsárslýsingu í gróðurhúsum til að geta framleitt allt árið. Til þess að það sé hægt að þá þarf að vera ákveðin hvati til þess að fjárfesta í slíkum búnað því að þetta mjög dýrt, kostar 10 milljóna að reisa nýtt hús með tækjabúnaði. En svo framleiðslan líka niðurgreidd? Framleiðslan niðurgreidd og það eiginlega tvenns konar og það annars vegar svokallið niðurgreiðsla á dreifikostnaði rafmagns sem við höfum sýnt fram á þessu útreikningum að hann fer í raun og til Rarik. Það í raun og þessi mikla niðurgreiðsla sem rætt. En þessir, ég segi ekki reiknikústir, en þessir útreikningar sem að sýna þetta að þið gætuð, ef þið mættuð og gætuð byggt eigið kerfið, lækka kostnaðinn verulega, þetta ekki möguleiki, er þetta möguleiki í framkvæmd eða þetta bara til þess að sýna fram á svona fáleikan? Já, þarna kostar náttúrulega inn á grundvallarhalli. Samkvæmt lögum þetta mögulegt en það eru reyndar mjög strangar kröfur gerðar til þeirra sem ætla sér að stunda dreifingu. Við gætum hugsanlega uppfyllt þeirra en við erum náttúrulega fyrst og fremst að sýna fram á fáranleikan í málinu. Við erum í raun og búin að sanna þá að sýna að verðskrá dreifveitnanna 20-föld það sem hún kostar og það óásættanlegt fyrir almenna starfsemi. Og því bara hærra grænmetisverð? Því hærra grænmetisverð. Við gætum vantarlega lækka það ef við fengjum að unna því sem við teljum rétt verð. Nú erum við búin að sýna fram á þetta. Hvað gerist þá næst? Er þetta ekki bara samningsatriði við Rarik? Ég veit að það engin samkeppni, þið getið ekki samið við neinn annan. Er það ekki bara það sem liggur beinast við? Ég held að það sé nú iðnaðarráðuneyti sem þar yfir maður í raun. Þannig að þetta pólitísk ákvörðun þessi verðskrá? Þetta pólitísk ákvörðun og ég vil geta það það enda liggur fyrir reglugerð í ráðuneytinu breytingu á skilgreiningu á dreifbýli sem leiðir til þess að hluta á okkar félagsmönnum koma þarna inn á lægra gjaldskrá. En það bara við að breyta skilgreiningu skilurðu. En það eru náttúrulega fleiri sem eru þarna fyrir utan og ég get nefnt dæmi einn sem í dreifbýlinu en hann nota jafn mikið rafmagn og öll Borgarnesbyggð tæplega 2000 manns. Hann samt sem ára að borga töluvert hærra verð fyrir dreifingu á rafmagninu. Þannig að þessi eini aðili nota meira rafmagn en 2000 manns sem eru þá nokkur hundru heimili sem þarf að tengja en borgar fjórðungi hærra verð. Hann borgar fjórðungi hærra verð. En það eitt að setja þetta á blað. Einhverja breytinga að vænta þar að segja, hvert næsta skrifa í málinu? Ja, við höfum alltaf reynt að koma þessum upplýsingum á framfæri við stjórnvöld hverju sinni og en það bara því miður hefur það ekki tekist að fá almennileg viðbrögð. Við viljum gjarnan setjast niður og fara aðeins yfir þetta betur og kanna það hvort það sé hægt að gera eitthvað meira heldur en að breyta og við erum mjög fegnir því og fögnum því að það þarna vantarleg breyting á reglugerð. En flækir ekki máli það að raforkudreifing til garðyrkjubænda hefur verið niðurgreidd af ríkinu og menn alltaf að spyrja sig á að niðurgreiða eitthvað, á þessi atvinnugrein ekki að pluma sig bara án ríkisstyrkja? Jú, ég held að við höfum sýnt það mjög skilmerkilega fram á það að niðurgreiðslan raun og veru niðurgreiðsla til dreififyrirtækjanna en ekki til okkar. Við höfum staðið hérna í samkeppni í raun án þess að þurfa að fá þessa niðurgreiðslu. Þannig þú lítur svo á að greinin sé ekki ríkisstyrkt? Já, hvað þetta varðar, hvað rafmagnsverði, já. Það alveg hygglust. Við skulum sjá hvað Setur Bjarni, kæra þakkir fyrir komuna í Kastljós. Takk.